Að ég kom ekki aftur 1:30. Mikið mat. Ég hélt að maðurinn ætlaði bara ekki mat. Hvað er þetta að gera, maður? Svo er hérna einn stórvaxin smálúða. Og gæsamamma. Nú, svo er þetta blessaður andastekkurinn. Þá er bara komið. 42.535,60. Já, hvernig getur það nú kallast mikið? Bom, 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 bom. Æ, heyrðu, hansans handreiði. Ég hef trúlega gleymt kreditkortinu bara. Nú. Daniel minn, ert þú með þitt? Þú við? Nei, ég skilði eftir mér í þingi. Æjæj. Ég bjóst ekki við að vesla núna. Heyrðu vinnan, þá ætlum ég bara að biðja að setja þetta á reikninginn. Það er Þór Magnússon. Varstu nokkuð eftir fleiri sem komið þar? Tja, það verður þá að kippa nokkrum bókum af þessu handa krakkaskinnunum hérna. Já. Já, má ekki gleyma börnunum. Já, það er nú búið að loka þessu reikningi fyrir mánuði síðan og ég má ekki bæta inn að nema að tala við verslunarstjórann. Jú, þá bara talar þú við hann. Hann er verið mat. Heyrðu stúlka mín. Ég á að vera mættur niður í Seðlabanka eftir það bil 10 mínútur. Hvað heldur þú að verslunarstjórinn segi ef þú neitar að skrifa hjá okkur? Þarna kemur hann. Þið spyrir hann það sjálfur. Þannig að ég glemdi hérna... Nei, blessaði. Blessaður. Seint koma sumir en koma þó. Þeir voru að biðja mig að bæta sinna reikninginn. Já, var það, já. Það er lax. Já. Og dálítið af humar. Á bara að fara að halda Jónsson hásumarið. Nei. Á minn kostnað. Hvernig væri að borga heldur svolítið inn á reikninginn? Eins og stóð til að gera daginn þegar þið glemdu tékkkartinu? Já, jú, sjáðu, það stendur nú kannski svolítið einkennilega á núna hjá okkur, en við eigum nú von á stóri greiðslu núna eftir örfáa daga bara. Já, og svo erum við nú fastir viðskiptavinir. Viðskiptavinir? Ef ég hefði fleiri svona viðskiptavinir, þá var ég farin á hausinn fyrir löngu. Ekki lifi ég á rjóma og rækjum. Hvað er þetta? Er þetta þakklætið fyrir það að við reynum að halda tryggð við þessa búð? Það er nú ekkert skrítið þó að það vilji draga stundum í greiðslur eins og verðlagið er orðið hérna í þessari versluninni. Veistu hvað þetta kostar hérna? Þú líti á. Nú er náttúrulega ef þú vilt að við færum viðskiptin eitthvað annað, allt í lagi. Ég vil bara að þið borgið reikningin. Já, voðaleg óþolinmæði er þetta. Það er nú bara smá úttekt þangað til við komum og gerum upp. Það er nú ekki eins og við sem að biðja eitthvað ókeypis. Nei, þú vilt kannski bara að við sveltum heilu hungri hérna. Það er velkomið að skrifa hjá ykkur eitthvað af brýnustu lífsnauðsynjum. Já, ætli við sleppum þá ekki svo samarinni hérna? Einkennilegur þessi verslunarstjóri að senda okkur burt með þunnindi sem hann hefði ekki einu sinni þorað að bjóða kettinum sínum. Hann er búinn að hafa súrmjólk og tvíbökur. Já, við verðum að fara að versla annars staðar, það er alveg ljóst. Já. Já, góðan dag. Jú, það er kaldaborðið SF, veistu þjónusta. Já, kaldasta borðið í bænum. Jú, við erum með alveg úrvalshlaðborð, hentar við öll tækifæri. Er hún farin sendingin í Landsvirkjun? Já, hún er löngu farin. Já, það er sko við segja 600 krónur fyrir manni. Jó, en sko við bara nennum ekki að vera nema með það besta, svo að
Jú, það getur vel verið að þetta sé eitthvað örlítið dýrara hjá okkur heldur en þeim sem eru með eitthvað ómeti. Ertu brjálaður maður? Þetta eru 2000 manns. Já, þá verður að senda stúlku bara aukavakt, 15 stykki. 30 manns segirðu, býttu augnablik, ég ætla að vita hvernig stendur á í eldhúsinu. Segjum mér drengir, ráðum við 30 manns í viðbót fyrir 15-skvöld? Já, 30? Já, þetta er smávegis bara, það ekki? Jú, þetta ætti nú að sleppa. Já. Já. Býttu við. Jú, ég var búinn að ná því. Já, allt í rúma á. Jú, þakka yfir. Blessaður. Blessaður. Sko, fínt. Já, góðan dag. Er þetta hjá kvöldverðarþjónustunni? Já, segðu mér, eru þið ekki ennþá með þetta ágæta kalda borðið ykkar þarna á 380 fyrir mannin? Nú, er það komið í 400? Nú, það eru dýrt hjá okkur. Jæja, heyrðu, ég ætla nú samt að panta hjá þér mat fyrir 50-dagskvöldið. Já, það á að vera fyrir 15 persónur. Já, það verður reyndar eitthvað að börnum þarna, svo það er kannski vissar að láta fylgja með diska fyrir 30 manns. Já. Já, þetta er á Klapparstíg 42, en þið verða athuga að senda reikninginn til Daníels Ólafssonar. Aftur? Hvað áttu við? Já. Jú, einmitt. Ég hef kunnað ágætlega við að skipta við ykkur. Ég lætti nú að fá afslátt út af það. Ólöglegt. Sel ég mat frá ykkur? Hverjum heldur að detta í huga að selja mat frá ykkur? Allt í lagi, góði, fyrst þú tekur þessu svona, þá skulum við bara sleppa þessari pöntun. Já, gott, Daniel. Það er ekki komast upp með neitt múður, sko. Nú erum við á fæðuskýri staddur, maður. Já, nei, það er kallað flæðisker, Daniel. Þið eru búin að fatta þetta? Já. Djöfull eigum við að gera. Við lifum ekki á kattafiski og súrmjólk til lengdar. Við þurfum að sjá búfræðingar. Afleysingarbændur óskast á stórbýli á Suðurlandi 1 mánuð vegna bændaferða til Noregs, drottinn. Listhafundur hafði samband í síma hérna. Hvað segir þetta, Daniel? Að láta landbúnaðinn njóta starfskraft okkar hríð? Já, góðan dag. Daníel Ólafsson heiti ég, ræktunarráðunautur. Blessaður. Já, blessaður. Jæja, sætt fyrir fólkið. Blessaður. Já, því fáum veðrið til að ferðast. Já, það er ekki amalegt að bregða sig bara til Noregs svona háskaðhræðistíman. Bjargræðistíman, Daniel. Hvað þurfum eiginlega að vona ykkur fyrr? Já, ég tafðist í símanum í morgun. Útlönd sjáðu til. Smá verkefni í Portúgal sem við vorum nú eiginlega búinir með. Já, þeir voru eitthvað óklárar á nokkru smáatriðum, svo þeir eru hringjandi á öllum tímum sólarhrings. Nú enda vill maður náttúrulega ljúka þessu, maður byrjaði á því. Já, skiljanlega, en við höfum nú þurft að fara lítið betur í gegnum þetta. Já. Fara í fjósið og þvíumlíkt, en þið eru kannski alveg klárir á þessu öllu saman. Já, veistu, ég held að við höfum búnt þetta allt saman hjá okkur hérna daginn. Nú, annars er þetta nú ekki það stórt verkefni, sko. Okkur hefur alltaf fundist búið alveg nógu stórt. Jú, sjáðu til, Gunnar, það er ekki þannig meint. Auðvitað er þetta stór bú svona íslenska mælikvarða, en við Daniel við drógum heldur enga dul á það að við erum náttúrulega vanari landbúnaðar ráðgjöf og heildarskipulagningu fyrir ríkisstjórnir fremur en aðstoð við einstaklinga. Já, enda lítum við nú svona fyrst og fremst á þetta sem svona afslöpun fyrir okkur. Já, svona eins konar sumafrí. Já. Það hefur nú ekki verið kallað saumafrí hingað til að vaka allar sólarhringinn yfir sauðburðinum. Hvað segirðu? Sauð hvað? Sauðburðinu, Daniel, nei, maður vakir sko allan sólarhringinn og meira til. Já, þetta. Já, nei, þetta var nú bara svona smá spaug hjá mér, sko. Ertu kannski að líta í fjárhúsinu? Já. Hvað með mér þó við náum ekki flugvélni? Ég hef aldrei verið spennt fyrir þessu ferð og allra sísta skepninu lendi hjókunum. Skoða nú, Snjólfur.
Og maður þarf einu svona æfinni til útlanda. Já, ég segi nú ekki margt. Jæja, fara að drífa sig að stað. Oslo býður í ofvæni. Háborg skemmtanalífsins. Líf og fjör. Daniel Ólafsson, óðalsbóndi. Þór Magnússon, bústólpi. Blessaður. Nú þá kannski bjóða þér að líta á dýragarðinn. Eru farin? Ha, þau hver? Fólki á bænum. Já, þau voru að renna úr hlaði við, vorum að taka hérna við búinu. Og ég veit það. Franka hringdi í mig og baði mig að koma og vera hérna og líta eftir. Líta eftir? Til dæmis blómunum. Já, já. Hvað heitir þú? Katrín. Sælblessuð, það er Þór Magnússon og þetta er Daniel Ólafsson. Er hann flóðveikur? Já, heldur þú það? Þannig minn, heilsaðu stúlkunni. Þetta er hún Katrín sem ætlar að líta eftir blómunum. Já, sæl. Ætlaði þetta kýrna reyða sig fram yfir hátti? Já, við erum svona að láta þær eiga sig bara fram yfir helgi. Já, já. Við vorum með að láta þær út svona mánudag, föstudag. Á þess að mjólka kannski? Nei, við áttum nú við að það væri ekki óhætt að setja þær út fyrir eftir helgi, sko. Eftir helgina. Það er kannski óhætt að mjólka þér. Já, við vorum einmitt að fara í það núna við Daniel. Komdu. Er ekki eftir lagi? Jú, fjósið þarna. Já, við vorum bara svona áttavittir svolítið svona fyrsta daginn. Það er Daniel minn. Jæja, Daniel, þetta var fjósið. Nei, slappa það maður, þetta er ekkert mál. Ekkert mál? Daniel, ég kann ekki opna mjólkurferðu. Ég veit alveg hvernig maður gerir, ég oft sé það. Þú veist, maður kreistir bara spenna á það. Þú veist? Já. Hvaða spena, Daniel? Þetta er naut, maður. Það fara nú ekki að kreista neitt á því. Eldóra! Ansi hreint er hann bankaður. Jæja, strákar, hvernig gengur? Já, bara vel svona, já. Kýrnar blessaðar, þetta eru mest svona, mest klaufdýr, svona. Já. Sko, það er eitthvað ólögulegar fötur sem þið eru með hérna? Er ekki alltaf lagi? Jú, mikil óskur. Bara síðustu 30 ára hefur okkur nú þótt handhagar að nota meltavélarnar. Meltavélar? Já. Já, ég vissi það nú alveg, sko. Mér þykir alltaf betra að fara svona rólega af stað og kynnast kúnum svona persónulega hátt. Já. Hvað segirðu þið? Hvar eru þið með þessar meltavélar? Nú, í mjólkurhúsinu auðvitað. Hvar ætti þær annars staðar að vera? Já, ég segi það. Já. Daniel, var það ekki eitthvað svipað þessu sem við rákumst á í þjóðháttarsafninu í Kongó? Já. Þetta eru nokkuð gamlar vélar. Þau eru svona 10 ára. Já, sagði ég ekki, sko, 10 ára gamlar. Gallinn við Íslendinga, hann er sá að þeir hafa aldrei getað tilengað svo nýjungar. Já, það var einmitt þessi tegund sem gafst mjög illa þarna í Kongó. Meinar í alvöru að þau komist upp á lag með að nota þetta? Já, auðvitað. Ég var nú gott með að trúa því. Já, þetta er stórmerkilegt. Þú er endilega að sýna okkur hvernig þetta var notað.
Þið getið þá allavega þvegið fyrir mig kýrnar. Já, klaufdýrin? Já, ekkert mál. Þó það nú veri. Ég svo sjá mig. Hvað er þetta að gera, maður? Sagðir ekki eftir að þvo þeim? Já, svona var það farið aðeins í gamla daga. Jæja, Vopni minn. Þá er þetta langsam búið. Já. Væri gott að leggja sig aðeins. Já. Annars er þetta eitthvað líðandi. Æjá. Það þið ekki að klára mjólkar? Við vorum að mjólka, erum við ekki búnir? Ekki í nýja fjósinu. Þetta er allt saman nýja vela hérna, ég þarf náttúrulega ekki að kenna ykkur á þær. Nei. Blessu sjöttu sveitin mín, sumar vetur ár og daga, heim í fjöllin áin þín, yndislöga sveitin mín, heilla mig og heim til sín, huga minn og fjarlæg draga, blessu sjöttu sveitin mín, sumar Blessuð sértu sveitin mín, sumar, vetur, ár og daga, engi fjöllin, áin þín, yndislega sveitin mín, heilla mig og heim til sín, huga minn úr fjarlæg draga, blessuð sértu sveitin mín, sumar, vetur, ár og daga, já, Hvað er þetta að gera, maður? Sérðu það ekki, ég er að merkja landið. Það er ekki gert svona, það var klippt í eyrun á þér. Daniel, myndir þú að ég klippti gat á eyrun á þér? Við verðum marga mánuði að teikna á eyrun á þeim öllum. Já, það er satt. Við þurfum að vera til einhver handhægari aðferð að merkja líka. Já. Þetta er ómögulegt. Heyrðu, það þarf nú ekki að vera neitt mál. Jæja, þú ert að reyna að hjálpa til.
Ég er nú ekki búfræðingur, en ég hef verið í sveit í þó nokkuð mörg ár og ég hef aldrei séð önnur eins vinnubrögð svo ég sé til ykkar hérna í dag. Já. Hvað heldur þú frænka segir þegar þú hringir frá Noregi í kvöld? Henni leist nú satt að segja aldrei á að trúa ykkur fyrir búinu. Já, heyrðu, Daniel. Hún heldur trúlega að við séum hérna í afleysingum. Já, Já. þá er greinilega einhver leiðinda misskilningur á ferðinni. Meinar virkilega að þú hefur ekki verið sett inn í málið? Þetta var hún ekki sett inn í málið, Daniel. Þetta er trúnaðarmál. Frænka mín sagði mér Já, frænka þín veit ekkert um þetta. Hún heldur að hún sé í sumarfríi í Noregi. En ekki hvað? Æ, Daniel, ég sé ekki betur við verðum að segja henni sannleikann. Þetta er nú trúnaðarmál. Já, þetta átti að vera trúnaðarmál. Ég sé ekki betur en frænka þín sem komin vel á veg með að klúra þessu máli endanlega bara. Já. Nei, sjáðu til, Katrín. Sko, þannig er mál með vexti að landbúnaður í landinu, hann stendur núna ansi höllum fæti eins og þú náttúrulega veist. Sko, það er veist að bændum og sauðfélagið úr öllum áttum. Það er sér til fólk sem vill bara útrýma bændum og kýrum og... Já, þeim líka. Leggja bara landið undir eiturspúandi fabrikur. Þetta er stóriðju, svo að sé hægt að halda áfram að framleiða eldflögur og hergur handa heiminum. Svo þú hefur heyrt talað um stóriðju, þetta ekki? Jú. Já, ég vissi það. Þú ert náttúrulega nútíma manneskja og fylgist með. En málið er það að landbúnaðarsamtökin, þau eru loksins farin að sjá það að gömlu aðferðirnar, það duga ekki lengur til þess að rétta landbúnaðinn af. Og það er einmitt ástæðan fyrir því að ég og Þór Magnússon, dósent, við vorum kallaðir heim frá útlöndum til þess að gera lokatilraun hérna á Neðrahálsi. Jafnvel þó við værum báðir í fullu starfi hjá Sameinuðu þjóðunum. Sko, ég get sagt þér það í fullum trúnaði að þetta er algjörlega leynileg tilraun. Svo leynileg að það bara veit enginn um hana. Já, Katrín, við héldum að frænka þín hefði verið sett inn í þetta mál en það hefur ekki verið gert. Nú, henni er kannski ekki treystandi þessari manneskju. Eru þið ennþá að reyna að telja með trú að þetta vesen í ykkur eitthvað skipt við landbúnaðartilraunir? Þór, það er svo undarlegt á þessu landi. Það trúir enginn á snillinga. Ekki fyrir við erum dauðir. Katrín mín, lítum við út fyrir að vera einhvers konar grínistar? Æ, ég veit það ekki. Heyrðu, frænka hringir frá Noregi í kvöld. Ég læt hana bara spyrja frænda hvort það sé satt. Nei, heyrðu. Nei, ekki orðum þetta er síma. Nei, þetta er trúnaðarmál. Já, að tala í síma það er eins og að tala í útvarp. Það er njósnað hvert einasta orð sem talaði milli landa. Alveg. Með því að segja eitt orð í ógáti þá getur þú bara þurrkað út framtíð íslensks landbúnaðar bara á einu bretti. Alveg bara. Ég vil alls ekki gera neitt ógáti. Þakka þér fyrir það. En sjáðu til, þú getur hins vegar gert okkur talsvert gagn með því að þegja yfir þessu. Þú veist líka að þú væri til í aðstoða við þetta uppbyggingarstarf. Hvernig? Já. Jú, sjáðu, það væri stór munur að þú tækir að þér minniháttar viðvik eins og segjum mjaltir og þess áttar smottir í svona, þannig að við getum einbeitt okkur að rannsóknarstörfunum. Já, Daniel, það er náttúrulega ekki víst að hún treystir sér til að mjólka ein, þetta er náttúrulega ekki kvenmannsverk. Nei. Kvenmannsverk? Veistu ekki, ég get alveg mjólka. Nú, já, fyrst þú endilega vilt, þá er ágætt að þú gerir það bara með gamla laginu. Nú, ég geti hins vegar tekið að mér að sjá matinn og þess áttar. Það verður náttúrulega allir að hjálpa að stað hérna. Já, ekki fyrir mig takk. Ég borða bara grænmeti. Ég ætla inn í gróðurhús og fá mér salat. Grænmeti? Katrín, þetta er eins og talað út úr mínu hjarta. Veistu það, Katrín, ég hef svo mikið ógeð á fólki sem getur borðað lík. Eigum við að fá okkur eitt salatblað og kannski ein eða tvær físibaunir? Daniel eltir sjálfsagt upp einhvern mállýsingjan, murkar á honum lífið og nagar. Á,